sæl. Við stóðum okkur vel í gær við Felix. Við fundum köttinn hans Völundar og gáfum honum mjólkina sem við fengum hjá vísindamanninum og þá sagðist hann að hjálpa okkur og komast lengra. Gunni, kettir kunni ekki að tala. En það vildi hins vegar svo heppilega til að þegar við hringluðum bjöllunni sem Kesinn misti þegar hann fór, opnaðist lúan yfir stiganum svo við komumst áfram í leit okkar að Völundi. Og jólagjóðunum. Og við komum upp á... Háaloft! Felix! Þetta er bara ósköp venjulegt háaloft. Pokan. Já, hérna. Vá, það verður engin hægðarleikur að finna vísbendinguna frá Völundi hérna. Úrvalið er svo mikið. Nema Völundur sé hérna einhvers staðar í haldi. Heldum það. Völundur, ertu hérna? Völundur. Hún er að bjarga þér. Völundur. Þú meiri stittan. Hræddi mig. Nú þurfum við að raða upp öllu draslinu aftur. Þú þarft að raða öllu draslinu upp aftur. Ég ætla að leita að vísbendingu varlega. Allt í lagi. Nei. Sjáðu, Felix. Hvað? Sjáðu hvað leyndist undir öllu draslinu. Þessi er gömul. Ég skal opna hana, þú getur skemmt eitthvað. Nei, Já, svona frá. Ég skal opna hana. Jæja. Hvað? Það lítur út fyrir að þú þurfi að fá smá hjálp. Allt í lagi, komdu og hjálpaðu mér þá. Komdu. Ekki. Eitt fyrir og... Þetta gengur ekki. Þetta er undarlegt. Sko, það er engin læsing sjáanleg, ekkert skráagat eða neitt. Nei. En samt er eins og það þurfi eitthvað til að opna hana annað en okkur á yfir. Manstu, þetta er kettinum í gær. Já. Og bjöllunni. Auðvitað. Já. Kannski að bjallan opni kistuna. Það ná hérna. Fljótur. Finna hana hérna. Sko. Sér hana. Ertu tilbúin? Ég er til. Sástu, Felix, þetta var eins og í ævintýri. Töfragripið og kaldbrán, ég veit ekki hvað. Ég hef það á tilfinningunni. Í þessari gömlu kistu leynist svarið við spurningunni hvar Völund er að finna. Sérðu jólagjafinnar? Nei. En Völund? Nei. Við erum tóm? Nei. Hvað er þá í henni? Sýndu mér. Hnútur. Hæ? Skítugur meira að segja. Hvað? Er þetta allt og svein? Já. Algjört svindl! Já, láttu mig þekkja það. Hver er þú? Varst þú beðinn að spyrja? Nei. Hver ætti svo sem að hafa áhuga að vita hver ég er? Og ekki hafið þið svo sem haft fyrir því að kynningu fyrir mér? Já, nei, sjálfsagt ekki þó taka því, nei. Það er ekki nógu merkilegu, nei. Fyrirgefðu, þetta er hann Felix, vinur minn, og ég heiti Gunni. Já, þú segir það. Já. En það er öllum saman hvað ég heiti. Enda heiti ég náttúrulega bara Loftur og það er sjálfsagt ekki nógu fínt í ykkar fjölskyldu. Já, látum mig ekki trufla, látið bara eins og ég sé ekki til. Já. Komdu sæll, Loftur, og þú ert alls ekkert að trufla. Þvert á móti, þá getur við kannski hjálpað okkur. Já, herðu, við erum að leita á honum Völundi. Þú veist, smiðnum sem býr til allar góðu jólagjafirnar. Já, sko, Borgas þarf ekkert að tala við mig um henni jólagjafir, sko. Ég fæ aldrei jólagjafir. Aldrei fæ ég neina jólagjafir. Maður er ekki nógu fínn pappír til að fá svoleiðis. Það fá allir jólagjafir. Nema ég. Það var leitt að heyra. Já, en sem sagt, hérna hann Völundur, sko, við erum að leita vísbendingum frá honum. Skilurðu, eins og hérna, já, þú veist, eins og steinvölurnar sem Hans skildi eftir á skógarstígnum til að rata í ævintýrinu, manstu? Já, nei, ég hef aldrei heyrt ævintýrið um Hans og Gretu og Nordina þarna í Sætabráshúsinu þarna í skóginum. Já, nei. Það segir mér aldrei neitt nokkuð skapaðan hlut. Ég hef aldrei heyrt neinn ævintýri. Það er ekki nógu merkilegur. En sástu nokkuð Völund hérna, til dæmis í gær? Ég hef ekki séð nokkurn mann árum saman. Það er bara geymdu hér og engin mann eftir manni. Já, það er sjálfsagt bara best fyrir alla. Það er bara grafinn hérna lifandi á loftinu. Kom einhver hérna í gær, en hann náttúrulega yppti ekkert á mig, auðvitað ekki. Völundur hefur sem sagt komið hérna. Herðu, skildi hann eitthvað eftir handa okkur? Sagði hann eitthvað um það? Já, talar aldrei neitt um mig. Ó, það var slæmt. Já, hann er hérna...
Það talaði einhvern spegil þarna sem þurfti að fægja. Og sýndi mér þarna klútinn sem átti að nota. Já, hann sýnir mér aldrei neitt. Það ekki nú merkileg út að fá að sjá nokkurn skapaðan hlut. Nú fer þetta að skýrast. Sko, klúturinn vísbendingin og til þess að komast áfram þurfum við að fægja spegilinn. Já, auðvitað. Ég skal byrja. Lána klútinn. Þetta er svo mikið verk. Við klárum þetta aldrei. Nei, þetta alveg vonlaust. Það satt. Þetta lítur ekki nógu vel út. Nei. Til öryggis þá ætla ég að líta í góðu orðabókina. Já, hvað stendur? Næsta orð Já, næsta orð er hvað? Já, þolinmæði. Þekki það ekki. Hver er skýringin? Já, hver er skýringin? Lestu skýringuna. Ég lesi. Já, fljótur. Að sýna þolinmæði er að gefast ekki upp við það sem maður þarf að gera þó að það sé stundum erfitt eða leiðinlegt. Leiðinlegt? Já. Ó, það er uppáhaldsorðið mitt. Leiðinlegt. Mér finnst það svo skemmtilegt. Leiðinlegt. Já, það var nú gaman. Já, ég skulle halda áfram pússa. Leiðinlegt. Leiðinlegt. Það láta sér leiðinlegt. Nú máttu, ég er alveg búinn. Þetta tekst aldrei. Þetta er ljóta vísbendingin. Þú gerir hann svo þreyttur í höndunum. Þetta gengur aldrei. Við ljúkum þessu aldrei í dag, Felix. Þetta er alvarlegt. Komumst við ekki áfram í næsta herbergi? Hvað verður þá Völund? Og jólagjafirnar? Ég get ekki meira. Ekki ég heldur. Hvað þá með mig? Ég hef aldrei getað neitt. Ég hef bara ekkert verið að hafa orð á því. Og svona fórum sjóferð þá, að minnsta kosti þann daginn. Gat það verið að við værum búin að missa endanlega af Völundi? Og jólagjöfunum. Það fá þið að sjá á morgun. Bless á meðan. Bless.